Lárus Jónsson, þjálfari. Lalli, maður sér oft þeysast bæinn á reiðhjóli. Alltaf kafið í snjó núna. Ertu komin á nagladekkin? Ertu að meina þá á hjólinu eða? Á hjólinu? Ég er ekki komið á nagladekkinu í hjólinu og nagladekkinu er ennþá í skottinu á bílnum. En ætlarðu að setja hjóla á nagla? Ég efast stórlega það. En þó að sé ófæri úti, þá býður okkar leikur á móti ÍR á morgun. Ég ætla að forvitnast aðeins það á eftir, en fyrst að koma að því leikunum móti Þór Þórðarson, það var hörkuleikur og þar sýndu strákarnir að náðu þeir að sýna sig í drekta andlit og munaði bara hársbreidd að þeir kæmu heim með 2 púnta. Já, í rauninni, það var bara góður leikur hjá okkur. Við spiluðum eiginlega bara vel alla leikinn. Smá hyggst í byrjun, svo svona frá eftir fyrsta leikluta. Það fannst mér við svona stjórna leiknum, frekar heldur en Þorlákshafnar búar og spilum bara fínustu vörn og bolti gekk vel í sókninni og þeir náðu svona smá áhlaupi á okkur í byrjun 4. leikluta og náðu jafna leikinn og eftir að var það bara naglabítur og þannig að heppnin var ekki með okkur réttskipti. Má kannski segja að það hafi verið reynsluleysi sem að kannski komið veg fyrir að þeir næðu að taka það hann í lokin. Hefðum getið gert það í síðustu sókni? Já, í rauninni. Þetta er svona, ég er ekkert alveg viss um það. Ég held að það bara verið þessi 5% heppni sem er alltaf í íþróttum. Þannig að hún datt bara þeirra megin í þetta skiptið og ég vil dámaður þá bara inn í einhverjum öðru leik. En við snúum okkur á verkefni morgundagsins sem eru Breiðhyltingarnir, ÍR. Hvernig leik með búast við? Baráttuleik held ég. Þetta er, bæði liðin eru náttúrulega búin að spila 3 leiki. Þeir eru með 1 sigur. Bæði liðin hafa viljað spila 2 lélega leiki og 1 góðan. Og ég held að liðin sé bara svona svipuð að getu. Þeir voru reyndar að fá nýjan leikmann. Sigurður var að koma aftur heim til þeirra. Þannig að það munir náttúrulega hann. En þeir eru svona baráttulið. Þannig að þetta er svona lið sem þú þarft að mæta og þú þarft að berjast meira þegar þeir ætlar að vinna það. Er það ekki nákvæmlega það sem menn ætla að gera á morgun? Jú, í rauninni, ég held að það hlakkar öllum til bara að sýna sitt rétta andlit sérstaklega eftir fyrsta heimaleikinn sem ég held að menn hafa bara verið óspenntir og já, við ætlum að gera það. Leikurinn á morgun, hann er bara á þessum hefðbundna tíma sem við viljum, nei, hann er ekki á þessu 1915, hann er 18:30, leikurinn á morgun er það ekki rétt hjá mér? Já, hann er 18:30 og það er rauninni þannig til þess að sé hægt að fara yfir hann og klippa hann fyrir Dominus körfuboltakvöld. Og þar verði hasar kvöldi? Já, ég menn þetta verður hörkuleikur, skemmtilega leikur, ég lofa það því. Þess vegna viljum við fá alveg fjöldan allan af fólki hérna upp í höll og fylla bekkina og tralla og dansa og láta öllum ítlum látum þó innan skynsamlega marka og hvetja strákana til sigurs. Já, ég meina fólk má alveg bara láta eins og það vill sko. Það er ekki að vera innan skynsamlega marka. Já, ég meina svo við okkur ekki til skammar. Nei, við skulum náttúrulega reyna vera til fyrirmyndar á pöllunum sem annars staðar en við skulum bara hvetja okkar lið og hann er alltaf aðeins að kynna íringum. Höfum hátt. Að sjálfsögðu verðum við læti. Gangi ykkur vel. Takk hérlega.